Já, við erum að ræða skólamálin þessa vikuna hérna við Rauðaborðið. Við ræddum leikskólan í gær, við ætlum að ræða grunnskólan á morgun og svo tónlistarskólan á fimmtudaginn, en nú komið að framhaldsskólanum. Og við höfum þann háttinn á þessa vikuna að við fáum, við getum kallað forystusveit kennara, innan úr stéttarfélögum kennara til þess að segja okkur þeirra sýn á skólakerfið. Þetta svona sjónarhorn sem okkur finnst kannski mætti vera meiri í umræðinni. Það svona mikið af svona fólki sem stendur kannski utan kerfisins að segja okkur hvernig kerfið eigi að vera. En hingað komin góður fólki. Hérna Sandra Hlín Guðmundsdóttir. Hún náms- og starfsráðgjafi við Borgarholtsskóla og varamaður í stjórn félags framhaldsskólakennara. Hárrétt. Það rétt. Og Anton Már Gylfason, hann formaður félags stjórnenda í framhaldsskólanum og áfangastjóri í Borgarholtsskóla líka. Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskólakennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Akureyri. Og Ingibjörg Karlsdóttir, hún sérfræðingur á skrifstofu félags framhaldsskóla kennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Kópavogi. Þannig hérna ágætis reynsla framhaldsskóla kennslu. Hérna, ég hafði þann háttinn á þegar ég var að tala við fólkið úr leikskólanum að ég að reyna að átta mig á stöðunni og þá oft ágætt að byrja á því að spyrja það eiginlega betra að byrja að spyrja því hvað gott við framhaldsskólana svo það sé búið. Þetta eiginlega tilvitnun í þann arga mann Bill Gates, þess að þetta ekki nenn að tala um hvað í lagi því að við þurfum ekki að breyta því. Við skulum bara einbeita okkur að tala hvað að. Þannig að við myndum byrja á því hvað gott við íslensku framhaldsskóla. Já, á ég að grípa þetta orð aðeins og örugglega höfum við náttúrulega skoðanir á þessu öll, en ég held að við sjáum hér framhaldsskóla í dag sem eru gjörbreyttir frá því sem að var kannski þegar að við kannski göngum inn í framhaldsskóla þegar að fjölbreyttaskólar eru nánast bara að verða til og það umhverfi verður til þarna á þessum áratugum 80-90 að þar verið að byggja upp gríðarlega mikla skólabyggingar, verknám og fleira og þetta hefur tekið miklu þróun má segja og svo má líka tala í rauninni það að við erum ekki þessi framhaldsskóli sem fólk kannski ímynda sér að við séum þessi þessi stýrða fyrirkomulag þar sem kennarinn stendur bara og ritar á töfluna, helst rítar töflur, já. Akkurat, þetta gerólíkur heimur frá því sem að kannski fyrir 30-40 árum síðan og mikil þróun sem átti sér stað, sérstaklega kannski upp úr aldamótum. Það var mjög gaman að vera nýr kennari þarna í kringum aldamótin og námskrárbreytingar, aðferðir og til dæmis bara við ræðum námsmats aðferðir. Þá eru þær gerólíkar því sem að gerðist þá. Ég sótti mínar lokaeinkunnir bara upp á töflu þar sem hún var með minni kennitölu og það var bara svona einkunn í lokin og en þetta hins vegar núna erum við að meta árangur nemenda sífellt og erum að leiðbeina þeim á miklu meiri einstaklingsgrunni heldur en áður. Þannig að bara ef ég segi svona rétt aðeins mín að sýna þetta, við erum með mjög fjölbreytta skóla sem að eru hver ólíkir öðrum, menning milli skóla mjög ólík. Ólíkir skólar, ólíkar námsbrautir. Já. Nemendur geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Ef ég má aðeins varðandi það, vegna þess að það kannski eitt af því sem að einkennir íslenska framhaldsskólakerfið, að það ekki búið að taka neinar ákvarðanir fyrir nemendurna þegar að þeir eru búin að ná í raun og veru aldrinum til þess að koma inn í framhaldsskólan. Það er búin að fara í gegnum eitthvað svona forbrautir á. Nei, það í raun og veru, mér finnst við geta sterkt okkur af því Íslendingar að við erum ekki búin að í raun og veru ákveða fyrirfram byggt þá kannski á námsárangri barna 12 eða 14 ára gamalla að þau eigi að fara þessa braut eða hina brautina. Þannig að okkar kerfi það stendur öllum opið bara alveg frá því að þau í raun og veru eru búin með grunnskólan og það tiltölulega auðvelt líka að færa sig á milli. Í raun og veru byrja í
bóknámi, færa sig síðan yfir í verknám. Þetta í raun og veru eitt af því sem ég finnst vera aðalsmerki okkar íslenska framhaldsskólakerfis. Hvað segir þið sem að enn eruð að kenna? Sko, já, ég alveg sammála, mér sko fjölbreytileikinn mjög jákvæður og einmitt þetta, við erum ekki búin að njörfa þau niður, svona alveg í upphafi og þau geta breytt skoðun og þau geta líka eins og í fjölbrautaskólanum tekið námið svolítið á sínum eigin hraða, þannig að þetta svona einstaklingsmiða nám í rauninni sem á sér stað sem skipta ótrúlega miklu máli og það rosalega gott og mikilvægt. Og það þannig í raun að fólk getur tekið á einum hraða eða þrýstingurinn á því að klára þetta á 3 árum svo mikill að eiginlega flesti gera það? Sko ekki í fjölbrautaskólunum, þá getur stjórna þessu svolítið. En í þessum bekkjarskólum sem eftir eru? Já, þá auðvitað þarf að fylgja bekknum. Það bara svona eðli málsins samkvæmt. Það náttúrulega merki fjölbreytileika kerfisins að það eru bekkjarskólar og það eru skólar sem að gefa meira svigrúm til þess að ljúka námi og ná árangri á svolítið forsendum nemandans og hann getur þá tekið sér tíma og ráðrúm til þess að vita hvað hann vill. Og kollegar okkar sem að starfa erlendis, maður heyrir oft svona svolítið öfundartón hjá þeim einmitt út af þessu hvað kerfið í raun og veru opið og nær þó að vera tiltölulega skilvirkt. Þannig að kerfið í grunninn gott, systemi gott. Ég vil kannski taka upp hanskan aðeins fyrir bekkjarskólana því að þeir eru kannski komin með einhver lithási í umræðinni en þar heilmikill sveigjanleiki líka sömuleiðis. Þannig að það alveg byggt inn í þessi bekkjarkerfi að það hægt að skipta, hægt að fara sér hægt og rólega. Þannig að en þeir náttúrulega myndi kannski segja að þar meiri menning í það að fara á þetta á 3 árum. Þá kemur að þá eru búin að ákveða hvað gott. Þá komum við að hvað að, við viljum laga það líklega ef það eitthvað. Guðjón, hvað að framhaldsskólanum? Sko, kannski það sem að ég vil kannski helst benda á að við mannaflin í rauninni og við höfum nú bent á þetta mjög lengi og það, ég var nú á hátíð VFMA, mínum gamla skóla sem var haldið upp á fertugsammalið og ég var væntanlega busaður af fyrsta árgangi þess skóla að þar var ég að mæta gömlu kennurunum mínum þarna sem að eru sumir enn við skólana. Þarna í rauninni þegar fjölbrautaskólarnir og allt þetta eru byggðir upp 80-90 þegar eins og ég nefndi að þá fyllist alltaf ungum kennurum og þeir eru í rauninni að skila sér út úr kerfinu á þessum tíma og okkar aldurs, hvað við segja, ef við skiptum og skoðum aldurshópinn eftir áratugum, þessir yngstu fremst og svo framvegis að þá hefur alltaf verið þetta mikla ris núna á síðustu 10-15 árum að við höfum verið að eldast hratt og það má alveg segja í rauninni að þessi hópur eldri kennara haldi uppi skólastarfinu dálítið, þar traustasti kjarnin en yngri kennara vantar og þar mikil mannekla. Er þetta frekar í framhaldsskólum heldur en í skólum almennt? Að kennararnir eldist og... Já, við erum eldri, meðalaldur eldri. Af hverju vilja þá yngri kennarar síður fara í framhaldsskóluna heldur en grunnskóla eða leikskóla? Ég veit það ekki alveg hvað því ræður sko. En við hins vegar, ef við skoðum bara þessar tölur í rauninni, að þá blasir við okkur að það sárvantar nýliðun í framhaldsskóluna og við erum að missa bæði hausa þar út og kennsluréttindi sömuleiðis. Fólki með kennsluréttindi hlutfallslega fækkar á móti hinnum sem hafa ekki réttindi. Er þetta vandamál í dag? Er þetta fyrirsjáanlegt? Þetta verður vandamál? Þetta nú þegar orðið vandamál, myndi ég telja, mjög stórt vandamál og í rauninni held ég að þetta sé meira vandamál í verknámsskólanum. Þar er meiri mannekla, myndi ég segja. En þú komst undirbúinn eins og góðu kennari. Já. Komst þetta með 2 gröf sem við getum sýnt hérna. Já. Þú komst hérna, þetta graf sem að sýnir hlutfall 39 ára og yngri við kennslu, án kennsluréttinda í framhaldsskólum frá skólaárinu 2011
til 2021. Já, þetta eru í rauninni nýjustu hagstofutölur. Við eigum ekki yngri tölur sem er bagalegt. En við sjáum sér, og mín langaði nefnilega að varpa ljósi á þennan hóp nýliðana í rauninni. Þetta eru yngri en fertugt sem ætti að vera streyma inn í skólan með réttindi, með tilbúnir í allt. En þarna sjáum við að þeim fækkar bláu súlurnar sína þennan fjölda, hversu mikið þessum hópi, hvað fækkar í honum. En svo sjáum við þarna rauðalínan, hún sýnir þess hlutfall kennsluréttinda, þeirra sem eru réttindalausir. Ánréttinda. Já. Til þess að bæta upp Já, og þarna sjáum við að árið 11-12 skólaveturinn skólaárið, að þar er 1 af hverjum 4 án kennsluréttinda, en núna nálgumst í það að í þessum hópi sé annar hver maður án réttinda. Og þetta er bara hreint ekki góð þróun. Og varpar svo ljósi á þetta sem að kennarasambandið hefur nú verið að halda hér að fólki í auglýsingum sínum, að við verðum að fjárfesta í kennurum. Hér vantar meiri stöðuleika og fagmennsku inn. Ég er ennþá að hugsa um það hvort þetta sé fyrirsjáanlegt að það muni þá leiða til þess að það mun bara fjölga þeim sem ekki hafa réttindi inni vegna þess að hinn eldri sem hafa réttindi ljúka starfsævi sinni. Það er eitt. En svo er það líka því að ég hef nú reikið svona ritstjóður og svona, það skiptir máli hvernig það eru samsettar, að það er ekki gott að vera bara með inntóma oldtimers. Það er mjög mikilvægt að hafa þá sem eru nýkomnir inn í fæið og þeir sem eru kannski komnir með einhverja reynslu sem maður sagði svona sem ritstjóri í gamla daga var það fólki sem myndi gera stærstu hlutina sem væri kannski með 5 ára reynslu og svona að þeir myndu keyrið áfram og svo væri gott að hafa svona oldtimer til þess að skipið væri rétt á siglingu og hefðu reynt ýmislegt, að það væri ekki eitthvað fár ef það kemur eitthvað upp á og annað slíkt. Þannig að skiptir þetta máli líka að hafa samsetningu kennarahópsins góða. Ég myndi kannski biðja Anton sem stjórnandan að svara þessu bara. Bara samkvæmt minni reynslu úr verknáms svona bröndum skóla þá er þetta sem þú nefnir að samsetning kennarahópsins sé svona einhvern veginn gefa einhverju mynd af því samfélagi sem við lifum í. Líka geta til þess að bregðast við einhverju svona, þá er betra að hafa breidd í hópnum. Já, og sérstaklega kannski í tæknigreinunum og iðnnámi að það komi inn fólk sem hefur þá, hands-on þekkingu beint úr bransanum, svo ég sletti nú alveg ógulega, að það er mjög mikilvægt að fá þetta fólk inn og þetta hluti af þessum fjölda sem við sáum hann á grafinu er auðvitað þannig að þetta er fólk sem er að hefur huga á að skipta kannski bara atvinnu og kemur inn og er með ferska þekkingu úr atvinnulífinu og næra miðla henni og finnur sér þá kannski í kennarastarfinu og er tiltölulega fljótt að afla sér menntunar og réttinda en svo eru aðrir sem eru þarna bara af því það er engin annar sem vill taka þessi störf á einhverjum ástæðum. Við vorum til dæmis opnað pípulagnadeild nýverið í Borgarskóla og funduðu píparaða? Engin sem ég þekki við fundum pípara sko. Nei, við erum ekki alveg búin að finna nógu marga pípara en gengur vonu framar en staðreyndin er bara svo, það er ekki til menntað fólk sem hefur bæði fagþekkinguna og réttindi til þess að kenna í framhaldsskóla. Þannig að við erum með 2 menn núna sem eru með réttindi en við þyrftum að hafa 4 kennara í faginu. Hvað gerir maður í því? Já, það er ekki til í samfélaginu. Já, maður bara ræður fólk sem er ekki með réttindi því það eru vissulega undanþágur í reglugerðum sem að heimila það. Altså kennsluréttindi. Já, kennsluréttindin hefur fagþekkinguna en vantar þessa mikilvægu viðbót sem er pedagógikinn og það sem tilheyrir kennslunni og svo vonast maður til þess og það gerist býsna oft að þau afla sér þeirra réttinda sem vantar upp á og verða þá
oft og tíðum mjög farsælir kennarar. Já, við heyrðum þetta líka hjá leikskólakennarum í gær, það sem kemur fólk inn, það er ofta ófaglegt fólk, en það er náttúrulega margt af því fólki með menntun. Já. Þetta verið heimspekingur, landafræðingur, guðmælt og hvað ekki, og það fólk fer og sækir sér réttindin. Herðina því að Guðjón með eitt annað grafa með nokkar að klára gröfina þess og þannig ertu með hlutvallarverk landsframleiðslu til framhaldsskóla 98 til 2022 og þetta sígur niður á við. Það fer hæst í 1,58% Já. og er komið í 1,09 sem er þriðjungs niðurskurður. Já, þetta er bara ein sorgarsaga hér í þessu grafi og sýnir náttúrulega þetta svo ekki er umvilst að það er ekki verið að fjárfesta í framhaldsskólastiginu og þetta sjálfsögðu og við vitum eins og núna, nú er búið að skrifa undir samninga við inn á þessa framhaldsskóla uppbyggingu endurnýjaða við lifum ekki endalaust á þeirri uppbyggingu sem átti sér stað hér á 9. áratugnum en það eru hins vegar byggingar það þarf að fjárfesta líka í mannaflanum og við sjáum mannaflans er innviða uppbygging líka ekki bara húsin og brýtnar og algjörlega og eins og bara það sem við vorum að lýsa áðan Anton og með þessa stöðu og það eru þetta kallað eftir menntuðum einstaklingum út í samfélaginu á fagsviðum en þá þarf líka að ná að kenna þeim og þannig að við sáum þarna á grafinu áðan þarna aðeins í lokin það var svona smá ris þarna 2020 og þetta sýnir að það var sett inn það var aukið fjármagn sett inn í skólana þarna 2019-20 nema það fór að 2/3 hlutum í það að greiða húsalegu skólana þannig að þarna þessi toppur er í rauninu bara svona talnaleikfimi úr einu vas í annan en að minnstu kosti þetta er ekki mynd sem við viljum sjá við viljum fara að sjá þetta fara upp á við og það er engin rök til dæmis að það sé bara fækka í fólki á framhaldsskólaaldri það er ekki Nei, þvert á móti. Ég held að fleiri fari í framhaldsskóla. Það hafa aldrei verið fleiri nemendur í framhaldsskóla landsins en akkurat núna. Og svo er það eins og þú ert að benda á sem að við höfum svolítið rætt þegar við vorum að ræða bresk stjórnmál og stöðu breska efnahagslífs að það er þessi innan hólun velferðarkerfisins og svona grunnkerfana sem eru því að það fyrir alltaf æstari hluti í húsaleigu og eitthvað svona sem er búið að útvista og eitthvað fleira. Þannig að þetta gæti verið, ef við myndum reikna þetta á svona sambærilegum tölum, þá gæti þetta frekar verið verri útkoma heldur en að þarna er sýnt. Það er ólíklegt að þetta sé þetta einhvern veginn að túlkana að hún sé betri heldur en grafið sýnir. Já, við heyrum líka bara sögur af kennarfundum þar sem að skólameistarar halda hér ræður yfir sínum starfsfólki sínu þar sem að sífellt er talað um niðurskurð og hagræðingar og fólk hefur bara verið að spyrja hvenær erum við komin inn að beini í þessum niðurskurði. Þannig að við allavega, ákall kennarasambandsins er þetta, fjárfestum í fagfólkinu, fjárfestum í kennarum fyrir þekkinguna og stöðuleika. Hvað gerist í stofnun sem að býr við svona langvarandi kröfu niðurskurð? Að halda aftur að kostnaði og það er alltaf verið að klippa af peninga. Hvað gerist inn í skólanum? Já, ég get nú alveg sagt, ég meina ef það er alltaf verið að skera niður, það er alltaf verið að minnka svona kostnað og annað, þá þurfum við bara að laupa hraðar. En það er eitthvað takmörk fyrir því? Það er takmörk, já, fyrir því og svo kannski er erfiðar að fá fólk, mentað fólk í þessar stöður. Af því að starfsumhverfið er ekki gott. Já, ég myndi halda það. Ef ég má aðeins bæta við þarna að það eru sem sagt launkennar að fara nú einhverju leyti eftir því frá kjarasamningi sem við gerum 2014 hversu margir nemendur eru í hverjum hópi og það er svona reiknifræðilega þá er hagkvæmara fyrir stjórnendur samt að vera með færri kennara og stærri hópa heldur en sem sagt að fjölga kennurum. Það getur leitt til minna framboðs og námi myndi ég halda. Það gæti og það er mjög rökrétt. Ég kenni ekki frönsku 3 þegar það er bara 8 nemendur sem að vilja það. Og líka hitt að þetta hefur þetta áhrif á gæði kennslu sem að fer fram í skólastofunni þegar að kennari þarf að sinna 28 til 30 nemendum í staðin fyrir kannski 23
eða 20, eitthvað slíkt sko. Þannig að þarna verið að neyða skólastjórnendur til þess að taka ákvarðanir sem eru sko byggðar á, sem eru fjárhagslegar en ekki sko kennslufræðilega eða uppeldisfræðilega uppbyggilegar. Maður með budduna byrjar að ráða öllu allt í hana. Já, það er svolítið svoleiðis. Ef við má tengja eins við þetta, að því að Ingibjörg var hérna að nefna og hér áðan að það að nemendur koma hér í rauninni tilbúnir í allt úr grunnskólan, það allar dyr opnar. Og það það sem við þurfum að gera inn á framhaldsskóla, það þarf að standa við það er væntingar að þeim standi þetta til boða og það bara virðist ekki vera þannig. Það hefur verið sýnt fram á það Elsa Eiríksdóttir á menntavísindasviði sem hefur rannsakað starfsmenntir einna mest að undanfarin ár hafa í rauninni verið að lokast dyr að ýmsum verkefnum sem átti að halda opnum og þannig að það beinlega skyld okkar sem samfélags að halda þessum möguleikum opnum og tryggja að nemendur fái nám við sitt hæfi og þannig að þetta þarf að laga. Þá kannski svarið eins og oft það má vel vera Guðjón að það viljum við stefna þessu en því miður bara við höfum jafna þessu. Já, hvað gera samfélög í erfiðum aðstæðum sem finna hér í lok síðustu aldar settu bara sitt á menntunina og uppskáru mjög vel. En heyrið þið þá stemmingu í íslensku samfélagi eða meðal stjórnmálastéttarinnar? Það spurning. Við þurfum bara að heyra meir í þeim. Það mjög mikil umræða skólamál núna. Það bara mjög gott. Það minnst hún keyrði áfram svona að það þurfi að beisla einhvern veginn skólakerfið, kennarana. Það þurfi að mæla árangur þeirra því að ef hann ekki mældur þá þeir bara að kenna einhverja vitleysu. Það tónni sem hún verið í sumar sko. Það eiginlega frekar þar sem að ef það teknað sko fjárhagslegar ákvarðanir og það sé ágætla kerfinu að þá ef maður myndi sko svara stemmingunni sem hefur verið í sumar í umræðinni þá er hann frekar að fara meira í þá áttina sko. Við höfum nú bent á þetta, við erum ekki verksmiður, það málið sko og þetta snýst nemendur í skólunum að við önnumst þá og mentum þá og styðjum eftir þeirra væntingum og þörfum. Þannig að það að búa til einhvers svona vélar úr þessum skólum, hagkvæmar rekstra einingar, þetta bara ekki í takti við ekki menntastefnuna einu sinni, alls ekki. Það var við þrýstingu á það sem að það sé verið að nota svona stjórnunar aðferði sem að menn telja hafi reynst vel í einhverjum dósaverksmiðum að reyna að yfirfæra það yfir á skólakerfið. Já, það hefur náttúrulega alltaf loða við. Ég meina, þetta skilum að þetta kostar peninga og þeir verða að vera til en við þurfum einhvern veginn sem samfélagi að ná að hugsa þetta til aðeins lengri tíma heldur en bara akkurat þessa fjárlagar. Þú veist, ef við hugsum þetta frá ári til árs og erum alltaf með peningalega mælikvarðan uppi við þá dregur smá saman þrótti í skólanum sjálfum og þeir missa svona sín tækifæri til þess að hugsa til framtíðar og ef að skóli missir sjónar á framtíðinni þá ekki víst að þá erum við að missa sjónar leið á megin markmiði með því að hafa öflugt og gott skólakerfi sem að búa okkur til hagsæld og farsæld til framtíðar og það ég horfði á gott viðtal við hann Kristján Kristjánsson heimspeki sem þú tókst fyrir einhverju síðan og hann var að minnast á þarna breytingar sem að hugsanlega verða gerðar innan OECD sem miða því að leið okkur frá þessari peningalegu skammtíma hugsun og inn í framtíðar hugsun farsæld í djúpum skilningi þess hugtaks og það auðvitað eitthvað sem við erum að tala þegar við tölum að fjárfesta í kennurum að sko þó að við notum svona kapitalist hugtak eins og fjárfesta þá erum við að tala þetta akkurat að til þess að geta byggt okkur farsæld í framtíðar
þá þurfum við núna að taka ákvarðanir sem að koma til með að kosta peninga og það sem að kjarni málsins. Það vil ég til þess. Má ég aðeins grípa af því að það sem við vorum að ræða áðan með sko, eins og þú talar skipið og það þurfi fólk bæði af öllum aldurshópum, þá höfum við þetta áhyggjur af því sko að ef við fáum ekki inn unga eða kennara sem eru með nýleg kennsluréttindi, þeir þurfum ekki endilega að vera mjög ungir alltaf, en sko fólki okkar sem núna á 60-aldri og 70-aldri sem að kenna og miðað við myndina sem Guðjón var að sýna áðan sem svona að bera upp í raunverulega bera þungan af kennslunni í skólunum, það nú með ansi gamalt sko réttindanámað baki og maður skildi ætla á það að námið á menntavísindasviði háskólans bæði hér sem sagt í Reykjavík og Akureyri að það taki nú einhverjum breytingum út frá þeim samfélagslegu breytingum sem hafa orðið á síðustu áratugum að það mjög mikilvægt að við fáum í raun og veru inn til starfa fólk sem að hefur þennan kennslufræðilega grunn sem ekki bara sko orðin kannski 30 og 40 ára gamall sko. Þannig að við þurfum bæði viti í aldri en líka viti í því sko að við sem að fá fólk inn með nýlegt kennsluréttindanám til þess að það flæði þá sú þekking flæði úr háskólanum inn í skólana. En að hvaða miklu leyti þetta svona átökur svona grundvallar sjónarmið. Ef ég tek bara umræðuna sem ég finnst að vera í sumar, þá það annars vegar sko fólk sem heldur í fram að það þurfi að vera með eitthvað svona eftirlit, próf og fleira með kennarunum til þess að þeir skili og það ég meina fjárfest í menntun en það ekki skólinn sem á að ákveða hvað að mennta, það náttúrulega atvinnulífið fyrst og fremst sem á að ákveða það, þannig að við þurfum eiginlega að búa til eitthvað svona tæki til þess að stýra skólakerfinu þannig að þeir skili okkur því fólki sem að við þurfum á að halda í atvinnulífinu. Svo að móti kemur innan úr skólakerfinu kemur svona að skólinn sé lýðræðislegt fyrirbrigði sem getur sjálft mætt breytingum í samfélaginu og svarað væntingu nemendana. Það bara ekki til lýðræðislegri fyrirbrigði heldur það á hverju hausti streyma í nemendur sem að segja hvað þeir vilja fara að læra og fara að velja og þannig að við þurfum kannski ekki svo mikið að þessara stýringu frá þessu MBA fólki niður í rándi sem ætlar að segja okkur hvernig það á að vera. Og mér finnst þetta sömuleyti þetta svona eins og bara næstu eins og menningarstríð það svo hvernig horfum við á skólann. Já, mér finnst í rauninni við eigum náttúrulega að treysta kennurunum okkar og fagfólkin okkar til að meta nemendur. Þau eru með fagþekkinguna og reynsluna og allt þetta en ég skil líka alveg hugsunina að það þarf að vera einhver áreiðanleiki og þetta þarf að vera sanngjarnt gagnvart nemendanum að nemandi í þessum skóla sé metin á sama hátt og okkur annan nemandi en við metum náttúrulega nemendur ekki í einhverju einu prófi á okkur einum degi þannig metur ekki hæfni nemandans og það nemandanum ekki fyrir bestu. Nú verðum að finna einhverja aðra leið og mér finnst það skipta rosalega miklu máli að sé sanngirni í þessu mati en að líka fagfólkið sé að meta. Kennarar eru fagfólkið inn í skólanum, ekki endilega þeir sem eru út í atvinnulífinu. Þeir sem gagnrýna þeir bara treyst ykkur ekki. Mér finnst það svo gegnumgangandi í umræðinu, þetta er bara vantraust á skólakerfinu, eins og það hafi bara brugðist, við getum bara séð PISA, þetta bara brugðist, þannig að við skulum nú fara að ágreiða hvað ætlum að gera og það eiginlega betra að hafa ykkur ekki við borðið því að þið brugðist. Þetta stemmingin, sko. Já, þetta nefnilega mjög áhugavert og mér finnst þetta tengjast hér bílunandi og að vera skilt þeirri byltingu eða menningarbyltingu sem átt sér stað þegar að Ragnar Þór Pétursson verið og víða rætt til dæmis og nefnt þetta sögukennsluskammdegi sem að kallað svo hér sem að verður á 9. áratugnum þegar að bara þessi harða mótaða Íslands saga og mannkynssaga var kennd og allt var í rauninni bara í föstum skorðum, þá kemur hér inn einhver félagsfræði og við erum ekkert að sjá endilega fyrir endan á þeirri byltingu eða þeirri breytingu. Við erum og það samt sem áður í stefnu stjórnvalda, í menntastefnunni að rækta mannkosti, að rækta fólkið sem kemur inn í skólana. Hafnir þið það ekki þátt í lýðræðislegu samfélagi? Já, nákvæmlega. Og það hins vegar, og þetta að teiknast upp mjög skýrt
að skólar eigi að hugsa velferð og farsæld barna á þeirra forsendum eins og hægt og mér fannst mjög gaman að hér á menntaþingi atvinnulífsins sem var hér núna í vor þar sem að þar kemur forseti Íslands þáverandi Guðni og ávarpar fundin í lokin og segir sem sagt í rauninni kannski ekki þessum orðum en segir það ekki atvinnulífið sem framleiðir hér vinnuafl út úr skólunum heldur verður menningin og atvinnulífið til fyrir það fólk sem kemur út úr skólunum á þeirra forsendum. Þannig að þetta er mjög áhugavert svona hugmyndafræðileg ágreiningur skóla. Kannski það ástæðan fyrir því þessari hnígnun í framlögum til framhaldsskóla. Það er bara ekki sátt meðal þeirra sem fara með peningavaldið skólan. Tristunum ekki. Þannig að við erum að rækta mannkosti og við þurfum að byrja alltaf mikið á þá mannkostinum sem innanborðs í skólunum sem á að rækta nemendur. Ég nefndi PISA sem að stundum náttúrulega bara svo eitur orð í allir umræðum skólamál, það fer bara eitthvað út í móa bara leið. En sem fyrir samt með framhaldsskólana og þá verður spurningin að því að þið fáið krakka úr grunnskólanum og eru þeir vel undirbúnir fyrir framhaldsskólanum, grunnskólanum. Það þarf náttúrulega að skipta máli að kerfin vinni saman. Já, ég meina það bara fjölbreyttir nemendur, það er fjölbreyttur undirbúningur, ég meina sum kom alveg gríðarlega vel undirbúin og önnur ekki, ég meina það er bara, þau eru einstaklingar og eru ólík. Þannig verður alltaf verið, Já. Það er ekki að breytast. Nei. Það sem að breytist bara að núna eru yfir 98% allra 16 ára ungmenna sem að fara í framhaldsskóla. Það var hefur ekki verið fram til þessa og já, það má kannski leiða því líkum að þeir sem að telja sig ekki hafa átt góða skólagöngu í grunnskólanum hafi áður fyrir kannski ekki skilað sér inn í framhaldsskólakerfið og það er ákveðin áskorun fyrir framhaldsskólan að taka á móti þessu mjög svo fjölbreytta hópi sem að núna kemur inn í skólakerfið okkar. En til hvers, þurfa svona margir að fara í framhaldsskóla? Það er bara allt í lagi að vera 80%. En það er bara samfélagslegur sáttmáli finnst mér það að við erum með skóla ekki skyldu, heldur fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, að þetta sé í raun og veru eðlilegt umhverfi fyrir einstaklinga á aldrinum 16 til 18 ára minnstakosti til þess að þroskast í umhverfi sem að samfélagi treystir og þar eru við kennarar, eru við grunnstoðin og það verður ekkert framhjá því litið. En þið viljið fá öll börn. Já, ég held að sé bara algjörlega og ég held að það að skuli vera 98% yfirfærslu hlutfall, það sýnir bara okkur það að bæði börnin og fjölskyldu þeirra, þeir vilja að fara í framhaldsskóla og ef að fólk vil mennta sig þá ekkert sjálfsagðara allavega mínu viti heldur að gefa því tækifæri til þess. Það getur verið eftirsókn að ég vil vera þarna. Það getur líka verið ótti að ef ég fer ekki inn þá verði ég bara dæmdur til eilífðar fátæktar og útskúfunar í þessu samfélagi vegna þess að sem að metur fólk bara eftir því einhverju prófgráðum og öðru slíku. Ég held og vona að ungdómur landsins sé ekki að hugsa þessum nótum sem að þú ert að nefna. Mér finnst það reyndar vera vaxandi Þegar við erum svolítið að tala þetta, mér finnst það þegar ég var ungur þá var eiginlega hugmyndin að fólk ætti bara að gera það sem maður vildi og úr því þið gott samfélag. Já. Mér finnst það þegar ég er að tala um yngra fólk í dag vera miklu meira svona að ég verða að velja skynsamlega og eins og þetta framtíðin sé eitthvað svona frekar myrk þraut Þetta finnst manni stundum að heyra það. Það er svona þessi framleiðslu velar hugsun pínu. Ég var 12 ára 73 og bara hippatíminn í búinn og bara fullkomin trú á því að það sem að við myndum velja hlýtur að vera rétt. Hver ætti að velja annar? Nei. Ekki allavega samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð. Ég held við séum samt komin að þessu sem vorum að tala um að þetta framhaldsskólakerfi þarf að geta tekið við þeim sem vilja þangað koma en ekki á forsendum einhvers svona framleiðslu hugsunar en við erum alltaf mikið þar en mér finnst við vera eins og núna nú er mikil það er mikið rætt starfsnámið og þá verið að auka hér möguleika til starfsnáms til iðn- og verkgreina
og bóða byggingar hérna í landið. Já, og þá oft eins og þá komi upp svo hugsun býtu þetta hlýtur þá að verða á kostnað bóknámsins og eins þetta að þessar 2 greinar má segja, eða 2 kimar, bóknám og verknám eru settir upp einhvern veginn sem andstæður og þetta er bara ömurleg hugsun og það líka til dæmis að því að við viljum hafa eins fjölbreytt námsframboð og hægt og við viljum alveg hafa bara hart og gott bóknám af því að það fólk sem vill komast þar inn og fara þannig í gegn en við erum einhvern veginn komin í stundum að hallmæla þessu af því að þá annars kemst verknámið ekki á flot. Þetta er bara öfug hugsun. Við eigum að geta nært þetta allt saman. Eitt sem hefur komið hérna upp þess að við erum að ræða skólamál hérna við rauðaborðið að það hérna krakkarnir koma með einkunnir út úr hérna grunnskólanum og sækja skóla og það eru sumir skólar sem eru alltaf vinsælli og svo eitthvað svona tískusveifla í þessu. En það út úr þessu verður þá verður það svona eitthvað sem mætti alveg kalla það svona elituskóla sem að bara velja þá sem eru með bestu einkunnar og þetta verður gagnrýnt hérna af tvennum ástæðum fyrst og fremst kannski af því að þetta sé leggja náttúrulega álag á þá skóla sem er ekki þarna að þeir fá kannski nemendur sem að þurfa meiri aðstoð og annað slíkt og þetta sé svona einhver ósengirni í þessu en líka hefur mest verið gagnrýnt hérna að það sé bara ekki hollt fyrir krakkana að fara inn í svona elituskóla því ef að það hérna markmið skólakerfisins að gera okkur hæf til þess að lifa og starfa í lýðræðslegu samfélagi þá mjög gott að samfélagi sem að við erum í skólasamfélagið sé það sem eru bara alls konar fólk en ekki bara og ég tek alltaf dæmi þegar þetta kemur upp, tek dæmi hérna forystu breska íhaldsflokksins sem öll alin upp í einhverjum elituskólum í Bretlandi og bara í einhver sambandi við samfélagið. Ég veit ekki hvort ég á að hætta mér mikið út á þessum braut en þetta hins vegar allavega þetta var ákveðið svona tekin, ég hef einu svona voru þetta hverfisskólar. Já, en þetta það sem við höfum nú verið að reyna að rækta þetta frjálsræði og frelsi nemenda til þess að velja sér þá skóla sem þeir vilja. Það markaðurinn að við förum og go shopping menntun, þú ætti að segja áðan að þið værið ekki stórsvæðismenn. Nei, en á hverju það markas og einhvers konar verslunar leið ef ég sem nemandi í grunnskóla vel mér Borgó af því þar bifvélalína sem að ég bara vil endilega komast á en af því að ég fæddur einhvers staðar eða bý einhvers staðar. En ég ekki að tala um það, þú veist að ég að tala svona kannski MR og Versló þar sem að þú getur svona tekið fleitt rjóman ofan af. Og það rjómi það nefnilega. Þetta nefnilega af því að þetta líka þessi hugsun, af hverju það rjómi að geta lesið bækur? Og skrifa. Velja einhæfari hóp nemenda heldur en ella hefði verið að þau þurftu bara að sinna því sínu hverfi til dæmis. Það sem þú kannski að tala er það... Ég held að Ragnar Þór hafi svolítið verið að tala á þessu. Já, hann hefur mikið rætt á þessu nótum. Það er mikilvægt að gæta þess að skólasamfélagi væri bara eins og samfélagi almennt. Já, en það sem við erum að tala það kannski það ef við leifum okkur að tala elduskóla sem náttúrulega bara mjög vond umræða í sjálfu sér en þá það bara kannski einhver svona mótsögn sem að við þurfum að lifa við að það gott að skólar séu fjölbreyttir og séu ekki allir eins. Það líka gott að nemendur skólana séu fjölbreyttir og ekki allir eins. Inn í hverjum skóla og á sama tíma þetta allt gott og blessað þá fylgja því vandamál að við segjum gott að skóla séu fjölbreyttir að því að þá verður til þessi skautun í samfélaginu að því að það bara viss hluti nemenda sem hefur frelsi til að velja sér skóla hinir hafa í raun og veru ekki þetta frelsi vegna þess hafa ekki einhvernir sem að bera það allar leið upp í elituskólana og þetta kannski mótsögn sem við þurfum bara að ræða og athuga hvort að finnast einhverja leiði til þess að leysa. Sko en mér finnst samt líka að máli taka fram í þessari umræðu að eins og við töluðum áðan að nemendur geta skipt
og nemendur fara á milli skóla og það skiptir engu máli hvaða skólar það eru og það hægt að fara í allar áttir þar. Þannig að þetta ekkert niðurnjörvað og nemendur fara bara á milli skóla og þú veist það hægt að aðstoða við það. Þannig þetta svona, já, mér finnst ekkert endilega við að tala þetta sem eitthvað elitiskóla. En sumstaðar það að þú vilt skipta skóla en bara því miður það bara ekki pláss sko. Já, en svo stundum það hægt. Þú veist, þetta bara, mér finnst einhvern veginn, þetta ekkert niðurnjörvað og þetta ekkert svona ofbóðslega einsleitt, myndi ég segja. Það eru gallar við öll kerfi og ég var í svona hverfis skóla hugsun sko og ég hefði alls ekki viljað vera fædd í ákveðnu hverfi þar sem að elitiskóli núna í dag sko, af því mér langaði ekkert í þann skóla skilur, þannig að það líka sko, af hverju á fólk að eiga börn endilega þurfa að fara í elitiskólan ef þau langar ekki til þess og eru samt á því svæði, á hverfisvæðinu, þú veist, þannig að það er hægt að gagnrýna öll kerfi og þetta eru í raun ekki margir skólar sem að hafa þennan stimpil. Sko orðspor skóla mismunandi og þetta til dæmis þá hafa orðið skipti í vinsældum skóla og þá ljótt ef að ég verið hér segjum í einhvern skóla fyrir nokkrum árum og allt í einu orðin vinsæll, þá ég allt í einu komin í elitiskóla sem að þarf einhvern veginn að vinna gegn. Það er svona tvennt, sko annars verður skóla sem hafa lengi verið að sko velja sér nemendur með hæstu einkunnar og svo eitthvað sveifla þarna hjá krökkunum sko þegar ég á krakka á þessum aldri sem að ég held að enginn skilji almennilega af hverju þessi skóli verður allt í einu mjög vinsæll. En þá náttúrulega líka verið að flokka það að bóknám sé eitthvað betra en með því að tala þetta sem sko elituskóla. Það er náttúrulega samfélagið þannig sko. Já, en verknámsskólar eru líka að velja inn. Það er fínn að vera háskólaprófessor heldur en pípari. Er það? Nei, ég finnst það ekki. En það sem að hangir í samfélaginu okkar. En svo þurfum við líka kannski að því, eins og Sandra kannski að koma að að framhaldsskólarnir, mjög margir, sjáum Borgarholtsskóla, sjáum Fjölbrautaskólann á Suðurlandi, Verkmenntaskólann á Akureyri og þetta eru risaskólar og það eru margir skólar inn í hverjum. Og þar eru líka deildir sem að verða vísað frá vegna vinsælda en heilt yfir kannski skólinn svona á landsmeðaltali ekki einn af þeim vinsælu. En þetta er miklu flóknara mál, þetta er hægt að ræða einhvern veginn út frá einhverjum fáum elituskólum og það þurfa að lækna hvert mein í samfélaginu með því að brjóta þá niður einhvern veginn. Þetta er af og frá. Orðenda þannig að tekniskólinn er núna orðin elitiskóli þess að hann þarf að vísa frá nemendum og elitismin felst svolítið í því að elitiskóli sá sem vísar frá nógu mörgum nemendum og tekniskólinn er klárlega þar núna. Ég ber ímyndleikinu upp og þið bara hafnir þessu það bara alltaf. Eitt sem að mig langar að spyrja það er að því að það ég hef verið að fylgjast með svona kennaraverkvöld sem gengur svolítið yfir í Bandaríkjunum fyrir svona 3-4 árum og svo voru líka eitthvað svona verkvöld í Bretlandi og þetta eru lönd sem hafa farið svolítið langt braut nýfrjálsíkjunar. Og þá varum maður að skoða kröfu kennarana og þetta voru kröfur launahækkun og svona kjara kröfur. En mér fannst að vera bara næstum svo þriðjungurinn af kröfunum sko. Stærstu kröfurnar voru bara eiginlega endurreist skólakerfisins, meiri fjárlög, betri kennslubækur, svona stuðningu frá sálfræðingum og eitthvað fleira inn í skólana, meira fjármagnin í inner city í Bandaríkjunum, þar sem að tengist þessu sem við erum að segja að þegar það er svona tilflutningur og ég held að Svíarnir sem lentir í þessu líka, að þegar það er markaðsvæðing skólakerfisins að þá verða til skólar þar sem að er sko hlutfallslega ódýrara að mennta fólk heldur það sem með fólk af ólíkum uppruna og með alls konar vandamál, þannig að það verður mjög fljótt verður svona skekkja í þessu og þá fór ég að hugsa því að ég held að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi sé ekki það öflugar hugmyndaveitur að þeir geti sko mótað menntastefnan einu viti. En það er menntastefna sem verið að tala núna, hún mótuð af viðskiptaráði og SA komið sérstaklega deild til þess að móta þegar þeir eru bara að vinna sér think tank og þeir vita það bara hóla í samfélaginu, það er enginn að móta menntunarstefnu, þannig við skulum bara gera það og þeir hafa þeir styttu framhaldsskólan til dæmis sem eftir kannski að ræða þess og eftir og þeir hafa gert ýmislegt og þá fór ég að velta fyrir mig, ætti ekki stéttarfélög kennara að móta menntastefnuna?
koma fram og taka þátt í þessum slag og segja að hérna stefna sem að við teljum að vera menntastefna til sem þá er ég ekki að tala auðvitað eigum við svona þessar fínu menntastefnur en það sem okkur vantar oft framkvæmda áætlun hvernig á að koma henni á koppinn af því að við, það er kannski ekkert að stefnin okkar en bara við förum ekki eftir henni. Hvað þykir bara að vera miklu duglegri að taka þátt í því og móta umræðuna það hvernig menntastefnan er mótuð og bara leggja það upp í hendunar á þessum stjórnmálaflokkum sem hafa ekki enga burði til þess að móta sín eigin stefnu. Ef ég er búin að tala svo mikið en ég er alveg bara sammálaður. Við ættum sem fagfólkið og sem stéttin að vera meira inn í þessari umræðu. Það má kannski segja hér að þetta útspil með auglýsingum og fleiri ímyndarvinnu hér er ákveðin liður í því að setja okkar mark á umræðuna og þetta sem þú lýstir hér að styrkja innviðina, fjárfesta í kennurum er bara nákvæmlega það sem við erum að reyna að koma að. Það sem við kannski kem að líka í, af því við erum í rauninni innan framhaldsskólana núna, er að mannaflinn á hverjum stað og aftur erum við að tala svona nýfrjálshyggju hugtök mannauður og svo framvegis en þá er það þannig að rétt eins og þú segir að einhvers konar þessi framleiðslu hugsun það að gera menntakerfið í framhaldsskólunum eins hagkvæmt á öllum stöðum og hægt er þá mætti ímynda sér að það sé í auknum mæli verið að ganga fram hjá fagfólkinu, stjórnendur og skólameistarar og þá mennta málaráðuneytið finnst mér orðið kannski þurfum að hugsa að við þurfum að fá fólkið á gólfinu sem starfar með börnunum til þess að móta koma að stefnumörkuninni og vinna hana með stjórnendum. Við erum allt of mikið að heyra núna af því að kennarar út í skólunum eru bara eins og þiggjendur ákveðnar stefnu og það er bara ekki gott. Það er nákvæmlega það sem að við og ef við sjáum sífellt færri og færri með réttindin með fagþekkinguna að öllu leyti að þá er auðveldar að ganga yfir það fólk og segja þeim bara hvernig þeir eru að gera þetta. Og þá við stefnumótuna missum við þekkinguna sem er inn í kennslustofunni í samskiptum kennarans við nemendunar. Akkurat. Þetta er svo svipað að reka ísbúð og aldrei spyrja fólki sem er afgreiða, þú veist, hvernig ís við að búa til. Nei. Af því að við viljum ekkert vita hvað kúnninn vildi eða skiljið þannig að það er eitthvað svona og í þessu fólki þarf að fjárfesta. Það er bara það sem við erum að tala. Tengist því sem ég kannski að segja áðan að það bara er rosalegt vantraust stjórnvalda á skólakerfið. En hvað þið ekki að móta stefnuna? Hvað er mesta fagþekkingin í skólamálum? Er það ekki í kennarastéttinni? Algjörlega. Ég held að þetta eru við sérfræðingarnir í málinu. En við náttúrulega kannski eigum ekki að móta stefnuna alein en við eigum vissulega að eiga mörg sæti við borðið þar sem að það gerist og þetta samtal er auðvitað ekki kannski alveg að eiga sér stað. Nú kemur viðskiptara til dæmis og vill móta sína menntastefnu sem virðist vera fólkin í því að taka stórt skref aftur á bak í tíma, aftur á bak og til þeirra tíma sem að hlutirnur virtust vera það einfaldir að það nægði að leggja fyrir eitt próf, þetta ekki kannski 2 tíma eða svo og allir sætu við sama borð. Það er auðvitað gott að blessa og einhver mælikvarði á eitthvað en það er alls ekki mælikvarði eins og Sandra sagði á það hvað hæfni nemandinn hefur. Þannig að svona, til að nefna eitt dæmi það hvernig samræmdu prófin í raun virkuðu og ég veit að þetta er bara eitt dæmi en þegar ég upplifði það þá var mér svolítið ljóst hvað þetta fyrirbæri væri, samræmt próf. Ég var með nemanda sem ég var að kenna undirbúningsáfangi í stærðfræði og eina ástæðan fyrir því að viðkomandi nemandi þurfti undirbúning í stærðfræði var svo að hún varð veik í samræmdaprófinu og fekk ælupest og lauk aldrei prófinu.
Þannig að slík voru áhrif þessara prófa réðu röðun inn í framhaldsskólakerfi og hvort að viðkomandi þurfti að fara á undirbúningsbraut eða gætt eins og gerði setna að fara á listnámsbraut og loki sínu námi með glans. Þannig að þetta er bara eitt lítið dæmi sem dreifur svolítið fram það að þessi hugsun sem að verið að koma reyna að koma til skila og bakka aftur í, hún ekki hún getur ekki orðið til þess að kerfið sem slíkt verði betra. Þetta er bara afturför, þetta er reyn afturför og hins vegar samræmda mælingar á skólastarfi, það er eitthvað sem við þurfum að algjörlega huga að og finna þá leiðir til þess sem að geta náð þessu marki að auka jöfnuð og skilvirkni og mæli það sem við viljum mæla, já, ákvæmlega. Þegar þú tala viðskiptaráð og fleira og það er náttúrulega mikið umræðu í skólakerfinu, skólakerfið er svolítið, það kemur eitthvað fólk saman og er að tala skólakerfið og byggir á eigin reynslu og það var kannski í framhaldsskóla fyrir 15 árum eða 20 árum og talar svona, kemst bara einhverju skynsamlega niðurstöðu sín á milli. En er kannski ekkert svona, þetta er svona brjóstvits afstafa, byggð á svona hvernig þetta var þegar ég var og ég legg til einhverja tillögur og hvað á að bæta það, en hitti bara engan veginn kannski vanda framhaldsskóla eins og þeir eru í dag. Er þetta ekki svolítið svona, að þið sitið undir svona umræðu sem að kemur inn í og verður svolítið hávar í samfélaginu sem að bara, er ekki að ná málinu, sko. Þetta er ekki... og þið lendið alltaf í því að reyna að taka þátt í umræðu sem er kannski í grunninn í upphafi skökk, sko. Er þetta vandamál? Ég held þú sérst að lýsa bara mjög vel stöðu og svo þetta komum við fram og segjum hér okkar skoðanir, en þá eru þær kannski slegnar út á borðina því að við erum hagsmuna aðili. Við erum hér að berjast fyrir kjörum og þá er svo viðskiptaráð, þau hlusta á hagaðila í öllum málum. Þetta er fiskeldi, þau vilja ekki heyri neinu nema hagaðilum, sko. Þau vilja ekki heyri ykkur sem hagaðilum. Tja, ég er svo sem ekki mikla skoðunar og viðskiptaráð. Ok, stytting framhaldsskólans, var það til bóta? Sko ég byrja að vinna í framhaldsskóla þegar styttingin er búin að eiga sér stað, þannig ég hef ekki samanburðin, en svo er alltaf spurning hvað er stytting og þú getur ennþá tekið framhaldsskólan á 4 árum. Þetta er kallað það, þessi kerfisbreyting sem var? Jú. Ingibjörg, var þetta til bóta? Sko ég er nú raungreinakennari og mín upplifun var svo að við værum aðeins að draga úr raun og veru möguleikum þeirra sem að til dæmis voru að læra raungreinar til að undirbúa sig fyrir það sem gert er ráð fyrir að raungreina nám sé að byggja fólk eða undirbúa fólk til, sko. Það komið verið undirbúið upp í háskóla? Já, það er að segja að ef þú ætlar að taka 4 ára námsframboð og einhvern veginn setja það niður í 3, þá er óhjákvæmilegt að það er ekki hægt að bjóða upp á allt sem að áður var í boði og vissulega voru skólarnir náttúrulega hver og einn að búa til sína námskrá og vissulega var svona reynt að vinna með þetta eins og hægt var, en ég tel að þetta hafi ekki verið gæfuspor. Það er svona mín persónulega skoðun, en þá vil ég bara undirstrika, ég er auðvitað, núna er ég að tala persónulega sem kennari við þessar aðstæður, sko. En þetta fór í gegn svona, þetta var ekki með, þetta var ekki krafa frá kennurum, eða þetta var ekki krafa innan úr kerfinu. Alls ekki. Þetta rann samt í gegn, hann Björgvin G. Sigurðsson sem satt í menntamannanefnd lengi á þinginu, hann var að lýsa þessu, fyrst til hann kom fram að þá var hann hlegin út af borðinu, svo kom hann bara aftur fram og þá var svona minna hlegið og svo kom hann í 3. skipti fram, þá rann hann bara í gegn. Þannig að hún var aldrei rædd, hún var aldrei rædd. Það var eiginlega öll umræðum en það var gegn henni, en samt fór hún í gegn. Ég verð að segja það að versta við styttingu framhaldsskólans er að við skulum ennþá vera að ræða það núna og það sé einhvers konar smjörklípa í allri umræðu málefni framhaldsskólans.
Ég held að við verðum bara kannski að fara að sitja. Það verður ekki bakka tilbaka? Já, nei, það verður illa bakka tilbaka. En eins og Ingibjörg nefnir, þá eru möguleikar og Sandra nefnir að það eru möguleikar á að vera lengur í flestum framhaldsskólum landsins. En ég held að við verðum að fara að sitja punkt aftan við þá umræðu og vinna með umhverfið eins og í dag. Talandi það að þá náttúrulega verið gríðarlegar samfélagsbreytingar á Íslandi, það mikil fjölgun innflytjenda og það eru miklu fleiri krakkar og ungmenni sem að koma heimilum þar sem ekki töluð íslenska og það hefur haft áhrif á grunnskólana og mér kom hérna fram getur líka haft bara áhrif á leikskólana íslensku námi sem innflytjandi getur fengið út á leikvellinum að það ekki eins öflugt og það var það eru bara hlutfallslega færri sem að tala íslensku og er bara vandamál í til þess að í Fellaskóla skólalóðin kennir ekki íslensku lengur. Þannig að það er ekki svona stuðningur og kennarinn þannig alltaf að vera að hugsa það hvernig ætla ég að bæta það upp. Og þá var spurningin hvaða áhrif hafa þessar samfélagsbreytingar sem eru á framhaldsskólana og er framhaldsskóli nógu öflug stofnun til þess að geta brugðist við svona breyttu forsendum að aðlaga sig að ólíkum þörfum nemendana. Ef við hugsaum aftur út í myndina sem við skoðum upphafi, sem að hlutfall fjárframlega til framhaldsskólana sem við verka landsframleiðslu. Það er búið að brjóta hneskilendar og svo sagt við ykkur hlaupið nú. Já, það er raunsann lýsing á því sem við erum að eiga við. Verðið þið varfið það í starfinu að þið eru að koma nemendur sem að gæti orðið bara fínir nemendur ef þau fengið svona þennan auka stuðning eða eitthvað svoleiðis sem að þið get ekki veit. Já, algjörlega. Já, það er alveg og við erum auðvitað en mér finnst þá skipta svo ofboðslega miklu máli að því eins og þú lýsir því, við erum að fá nemendur sem að eiga kannski erlenda foreldra sem tala litla íslensku og þau eru að koma upp í framhaldsskólana og það skiptir alveg ekstra miklu máli að við grípum þessa nemendur með fagþekkingu, með fólkinu sem getur aðstoðu því að foreldrarnir geta mögulega ekki aðstoðu í öllum fögum en þá verðum við að hafa fólk á staðnum sem er með menntun til þess að aðstofa þau. En erum við með það? Ef það kemur nemandi sem í hjólastóla þá erum við með svona ramp til að komast inn. En ef það kemur nemandi sem er með engan stuðning við íslensku heima á sér, erum við með eitthvað ramp eða á hann bara er hann bara fyrir neðan trömpunar? Ég get náttúrulega bara svara fyrir okkar skóla þá er svari já, við erum með það en það mættu vera fleiri að sinna því. Þú veist, okkur vantar fleiri. Það gerir þetta veikum mætti? Ég held við gerum þetta bara frekar vel. En þú veist, það eru þetta áskorun og það er líka ólíki menningarheimar og þú veist, það þarf að mæta því og þú þarf þá að hafa þekkingu á ólíkum menningarheimum og öðru og þú veist, það verður að vera inn í skólanum, í mannauðnum. Já, þetta er líka þannig vaxið að í sumum skólum þá gerst þetta bara hægt og rólega og eins og til dæmis Borgarskóla það er smám saman fjölgað þeim nemendum sem þurfa stuðning við tungumál. Miklu minna heldur en upp í Breiðholti til dæmis. Já, miklu minna en í Breiðholti en í Ármúla. Það hafa orðið meiri svona holskepur í þessum skólum og þá er alltaf erfiðar að bregðast við. En við erum alveg í Borgarskóla komin á kunni sálmarku með þetta og við þurfum að fara að hugsa þessi máli på nýtt til þess að geta viðhaldið því góða starfi sem núna er unnið. En er ekki augljóst þegar maður sér brottfallstölur og svona að við erum að missa bara allt og stóran hluta af börnum innflytjenda annarri kynslóð út úr skólakerfinu og þar með út af hvernig jaðar í samfélaginu og við vitum það er bara það versta sem getur gert en af hverju gerir það ekki í þessu? Tja, þetta er stór spurt brottfalli sem kemur fram í framhaldsskólanum það hefur kom nú fram þegar skýrsluhöfundar þessarar brottfallsskýrslu núna, hvað er hún gömul? 3 ára, cirka 2-3 að það niðurstaðan var í rauninni þetta brottfall verður til áður en þau koma. Brottfallið er í rauninni afleiðing af því hvernig fólk kemur inn og en að sjálfsögðu eins og Sandra var að lýsa og því að það þarf að taka við öllum, við verðum að geta það og þá er náttúrulega þetta við verðum að geta aðstóðað nefndurna eins og kostur er og þetta hefur komið
svona dálítið eins og holskefla yfir mjög marga skóla, mjög hátt hlutfall fólks af erlendum uppruna sem kemur inn og þá eins og Ingibjörg lýsti svo vel áðan að þegar að hagræn hvati sá að tróða og fylla alla hópa eins og hægt að þá eru kennari kannski komin í aðstæður sem eru engan veginn viðráðanlegar. Þá hann að kenna kannski raungreinar og hann veit alveg að þessi krakkar þarna skilja ekki hvað að segja. Einmitt. Og hann hefur eins og enga möguleika á því að bregðast við því, sko. Það ekki annar kennar í stofunni eða... Nei, og við erum... En þá eru kennararnir byrjar að horfast í augu við þá sem eiga rétt á öflugbri þjónustu og svíkjað það. Þetta heyrir maður oft þegar maður að tala við fólk í heilbrigðiskerfinu sem að gera fólk bara geðveikt. Að ég sé í framlínunni, að vera að neita þér þjónustu sem þú átt rétt á, vegna þess að þau láta mikið fá peningi til að gera það. Já, og ef við hugsum bara þetta, og hugsum þetta heildrænt, alveg frá leikskóla og út úr framhaldsskóla, að þá náttúrulega það bara skild okkar sem samfélags að allir fái sinn stað og fái þá menntun og stuðning sem þeir þurfa, vegna þess að þegar við svo skilum einstaklingunum frá okkur þá eiga þeir að vera heilir og virka og þetta verðum við að ná að gera og það væri svo sannarlega fjárfesta ekki bara í skólunum heldur í rauninu bara í framtíð fyrir samfélagið. Þetta einstaklingar sem að finna sig ekki og heldast úr lestinni verða brottfall. Og það sem sparar í skólakerfinu það kemur í hausinn. Algjörlega. Þannig að það er auka framlög í framhaldsskólana, fjölga kennurum. Það er ekki meira. Það er að fjölga kennurum með réttindi, með rétta menntun og réttindi til þess að starfa í framhaldsskólum. Það er tölurnar sína okkur það. Og ná tök á umræðinu skólamál svolítið, sem á það til að vera í lausamölunni einhvern veginn. Já, ég held ég sé alveg hárrétt. Það er þannig að hún fer svolítið í, við getum sagt svona lausamöluna. Við allavega, menn eiga ekki að ræða skólamál einhverjum með andköfum og með peningaveskið fyrir fram á sig. Það er ekki það sem menn eiga að gera. Og ef einhver heldur í fram á sig með svona einfalda lausn, hann er ekki ég held að við getum alveg varað við einföldum lausnum í þessu samfélagi. Herðu, gaman að hafa ykkur Sandra, Anton, Guðjón og Ingibjörg. Kærar þakkir. Takk fyrir þess. Ég ætla að setja þetta áfram og fjallum samfélagi sem við lifum í, en ég ætla að minna á morgun að þá það grunnskólinn sem verður á dagskrá Rauða borðsins og svo á fimmtudaginn að þá það tónskólarnir. En núna eitthvað allt annað þessu. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.